Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum að þessu sinni hérna uppi í samkomuhúsinu hjá Leikfélagi Akureyrar í settinu hjá Hundi og Óskilum. En við erum ekki að fara að tala Hundi og Óskilum alveg strax, því að fyrst ætlum við að spjalla aðeins við þá félaga í Dúndurfréttum, en þeir voru á Græna hattinum í gærkvöldi og verða aftur þar í kvöld. Við ræðum ýmislegt við þá, meðal annars útgáfu á nýjum DFD-disk. Já. Það var náttúrulega ævintýri að koma þessum disk. Já, þetta var eitthvað sem við vorum eiginlega alveg búin að blása út af borðinu sko, ætluðum ekki að gera, við vorum búin að taka þetta upp og eyða smá peningi það og við sáum bara engan veginn fram að þetta geti borgað sig að gefa út DFD-disk á Íslandi. Þannig að ég kom með þessa frábæru hugmynd að leita til Carolina Fund og sem að já, endanum borgaði sig heldur betur og þessi diskur er bara orðinn að raunveruleika. En fólk er kannski ekki allir sem vita hvað þetta Carolina Fund er sem allt í einu að fara að poppa upp alls staðar. Já, þetta er sem sagt hópfjármögnunar fyrirtæki þar sem að þú getur sem sagt kynnt verkefnið þitt og fengið almenning til þess að sem sagt styrkja því að klára verkefnið, þá með annarkvort að kaupa þú veist verkefnið fyrirfram eins og fólk gæti keypt diskan okkar, keypt tónleika með Dúndurfréttum og alls konar til þess að leggja fé í DFD-útgáfuna. Þetta var taugastríð fyrir ykkur. Ég tók eftir því þegar þið kom til okkur í sumar að þið voru stressaðir. Já, þá voru hvað, 2 dagar eftir. Já, og hvað, 66% komin? Já, eitthvað svoleiðis. Og þá var bara svona, já, nei, þetta var ágætistilraun, eins og Sigurrós myndi orða það. Já, það var kannski, sko, þið voru með tilbúna afurð. Þið voru búin að taka upp tónleikana. Þið þurftu bara að koma út á disk, þannig að... Við þurftum í rauninni sko að vinna myndina, vinna hljóðið, borga symfóníuhljómsveitinni, borga kórónum, þú veist, þetta er óvenju dýr útgáfa og óvenju vegleg fyrir vikið líka sko. En líka gíslega flott. Þakka þér. Þetta kemur vel út. Við höfum bara fengið mjög mikið lof frá þeim sem að hafa hort á þetta og já, fólk virðist kunna meta þetta. En er þetta stórkostlegur sigur þegar þið sjáðu 100% pop upp? Já, það var það sko. Hvað gerðist? Það var nú meira að segja gott betur sko. Það komið 116%. Já. Og það? Já. Þannig að við gátum sett auka mynd á umslagið. Já. Er þetta eins og að verða Ungfrú Ísland? Já, sko, við vorum hérna í ykkur, komum í viðtal og annað og svo fór ég sem sagt daginn eftir eitthvað að spila á Seyðisfirði og vaknaði þar morguninn sem var síðasti dagurinn, þetta var í 70%. Og ég var að fara að keyra hingað inn á Akureyri og smá vonan nesti. Já, ég sætti mikið við að þetta myndi ekki nást og sendi nokkur SMS og svona á nokkra vini. Nokkur? 800. Já. Og velvalda vini og úr varð að til dæmis vini mínir hjá Dalpay á Dalvík komu með stóran styrk þarna inn til að hjálpa okkur að klára þetta og fleiri góðir menn. Haukur og Græna komu rétti fram hjálparhönd og við erum nú einmitt að spila fyrir hann í kvöld sko. Þannig að við náðum þessu endanum upp í 116% með mögnuðum endaspretti. En svo sá ég nú myndir af ykkur þar sem þið voru sko vinna hörðum höndum við að árita ansi marga diska til þess að standa við að gefa loforð. Náttúrulega við vildum fá þarna hvað, 20.000 evrur? Já, var það ekki? Jú, ég held. Og náðum því og það þýddi að við vorum búin að fyrirfram selja um 600 eintök. Sem að við þurftum að árita að stórum hluta. Þannig að við vorum orðnir vel... Skrifandi? Já, þokkalega. Nei, við vorum eiginlega orðnir óskrifandi. Með læknaskrift í lokin. En þetta lítur að vera sniðugt bara almennt fyrir listamenn, að þetta er alltaf alveg brjálaður séns að fara í einhverju útgáfu. Já, landslegið er búið að breyta svo rosalega, þú veist, undanfarin árin. Að þetta er það eina sem virðist vera raunhæft til þess að gefa út eintök í föstu formi. Já. Þú veist, annars er þetta bara hálfdautt, sko. Já, annars er þetta strax komið inn á einhverjar deilissíður og annað, fólk getur bara náðið í þetta á netið og horta á þetta, sko. Þarna þú veist, varan er ekki til, þú getur ekki náðið henni á netið. Hún verður ekki til nema þú kaupir hana. Og basically eins og að kaupa hlutina fyrirfram bara. Já. Þú ætlar semst að kaupa þetta, þá förum við með þetta í framleiðslu. Já, ég held að þetta sé svolítið... Það er eina leiðin, eins og ég segi, akkurat núna fyrir þessi föstu form. Ef fólk vill eiga svoleiðis, eins og gamaldags fólk eins og ég. Og eins og svona stærsta dæmið þetta sem var nú einmitt hérna á Akureyri í sumar, ég fór sjálfur að sjá það, þar var til dæmis Sirkus Íslands. Já. Þú veist, þeir fjármögnuðu sitt sirkustjald í gegnum Carolina Fund. Og það er stærsta fjármögnun sem við höfum náðst, við erum næststærsta. Og endilega kíkja þarna inn, það er svo mikið af skemmtilegum svona grassrúta verkefnum þarna í gangi sko. Og þetta er náttúrulega fyrirmyndin er erlend, þar sem að menn eru búin að fjármagna alls konar hluti sko.
þú veist, alveg frá því einn vildi fá að kaupa sér kartöflusalat og þurfti 20.000 evrur, hann náði því og Og fullt af safran í kartöflusalatinu bæði vei. Þetta var ekki einu svona dýrt kartöflusalat en hann átti örugglega smá auka. Þú veist, alveg upp í að menn að sem sagt, fá fjármagn í að framkvæma virkilega flottar vísindilegar hugmyndir sem að, þú veist, svifbrettið úr Back to the Future og eitthvað svona, sko. En þetta algjör snill, þetta gæti hreinlega berikt landslagi í viðskiptum. Það getur gert þetta svona, bara ákveðið þið fyrirfram og þá gerum við þetta í staðan fyrir að taka sénsa og lenda svo... Við hefðum ekkert gert þetta án Karolínafundi eða þess áttar fyrirtækja. Við hefðum bara no way, sko. En hvað annað að frétta ykkur? Þið ætlaði að spila á Græna í kvöld. Hvað ætlaði að fara að taka? Sko, við vorum í gær að spila það líka og þá tókum við svona hálfgert nördakvöld, sko. Rosalega epíst allt saman. Já, þú veist, lengsta lagi sem við spilum var held í 18 mínútur og stysta 6 eða eitthvað svoleiðis. Og í kvöld verður þetta svolítið öðruvísi. Þetta verður aðeins meira svona, Við verðum léttar á því í kvöld, held ég, sko. Já. Eitthvað aðeins. Þetta verður aðeins meira partí. Klassískara. Já, og aðeins svona fleiri, aðeins poppari kannski. Þetta var svolítið mikið af episkum stórlögum þarna í gær. Vorum allir grátandi í restina. Já. Það þarf líka, það sko aðdáðanir, þeir fá ekki svoleiðis átt, sko. Nei, nákvæmlega, það var Nauðsynlegt kvöld í gær, sko. Það var hugmyndin með gærkvöldi, sko. Já. Það tókst bara mjög vel og... Þess vegna kallaði þetta nördakvöld. Og hvað síðan framundan? Framundan sem sagt, við náttúrulega vorum bara að gefa þennan DFD-disk og erum að kynna hann og hann orðinn fáanlegur bara í öllum búðum, sko. Og Eymundsson og Bennanum og bara hvar sem held ég. Og svo erum við að skipuleggja næsta ár í rauninni, þar sem að við erum eigum stóra afmæli á næsta ári, verðum 20 ára. Hugsið ykkur bara. Og við stoppuðum þetta band bara til að geta drukkið bjór á gauknum, skiljið. Nú drekkum við bara bjór og græna hattinum í stæð. Hvað þá Region Ice gamalt? Það eitthvað. Hvað, 92, 3? Það bara svipa gamalt. 2001? 91. 91? Já. Fáum 23 ára. Vá. Þetta rosalegt. Hvað tíminn líður, krakkar. Ég var 11 ára þá. Já. 91, einmitt. Ef var eitt eins kunnáttu þín breggstir? Já. Ekki. Eins og venjulega. Gaukurinn, það var stórkostlegt tímabil. Æðislegt. Það var mjög gaman. Við vorum einu sinni í mánuði, tvö kvöld, einu sinni í mánuði, árum saman. Árum saman. Á þess að fá neitt borga. Nei, og vorum alltaf að spila upp í skuldir. En náttúrulega drukkum bara andvirði kvöldsins. Nei, við skulum ekkert að... Nei, auðvitað gerðum við það ekki. Mennirnir sem að tala þetta bakveður, þeir með ykkur? Nei. Hvað menn? Veitu hvað þetta eru? Er þetta ekki leikmyndin hjá Hundi í Óskilum? Ég held það. Herðu, gangum við vel í kvöld. Takk. Við erum uppi skröppað með tíma. Ó nei, jæja. Við verðum að það í... Já, við komum bara aftur á morgun. Bara komum við beint eftir Hundi í Óskilum bara til okkar niður á Græna og rokkum nóttinni í burtu. Það er ekki bara, það er gaman. Endilega, takk fyrir komuna. Þá ferum við að skipta yfir auglýsingar og síðan það Hundur í Óskilum.